Hér kemur seinni hluti viðtalssögu mínanefndar við Magnús Pétursson, stofnmeðlim Þróttar. Í seinni hlutanum segir Magnús okkur frá löngum ferli sem dómari bæði knattspyrnu sem á handbolta. Magnús tók fyrst dómarapróf árið 1950, varð landsdómari 1956 og loks milliríkjadómari árið 1965. Hann starfaði 30 ár og dæmdi víða heim. Spilaðir þú eitthvað með Þrótti svo? Ég spilaði bæði handbolta og fótbolta sko. Já. Ég var ekkert góður sko, ég var uppfylling. Já. Var að koma inn á þegar það vantaði menn. Nei, ég var ekkert góður sko, þá fór ég að hátta mig á því að þetta passaði mér ekkert, þá fór ég bara að dæma alveg. Hvenær það sem þú ákveður að bara fara að dæma? Að dæma, þá fer ég að dæma, ég fæ landsdómarréttindi 1956. Sem það fyrstu við Þrótti? Þrótti? Dæma í meistarapróf. Já. Og þannig byrjaði þetta. Varst þú fyrsti Þróttarinn til að fá þau réttindi? Býtu? Já, ég var fyrstur, já. Ég var fyrstur, Grétar Nófrir annar, Halldór Backmann, þriði, Halldór. Og svo var það komið hver af öðrum, þessi strákar. Fengum menn borgað fyrir að dæma fótboltaleiki? Já, það er gott að komast að þessu. Ég fekk aldrei borgað neitt fyrir að dæma fótbolta fyrir ég var milliríkjadómari. Við taldi ekki bara sæma að vera að taka peninga fyrir að dæma fótbolta. Sko, svo skeði það, ég fyrir að dæma meistaraflokki og dæma náttúrulega fyrir Akureyri, Ísafjörð og Húsavík og Neskaupstað og fyrir kannski 9 manna rellu. 9 dómarar. 3 fóru úr á Sauðárkróki, 3 á Akureyri, 3 á Húsavík og svo var næsta ferð. Það var að Neskaupstaður, Húsavík, Akureyri, skilurðu. Og maður sem þá var hérna, ég var ekki komið með fjölskyldu þá, en það var í deglunni, sko. Var þetta þá vél sem var leigð? Við leigðum þetta af hérna bara leiguflugum, 9 manna vél, duggubát bara yfir. Svo fórum við einu sinni að keppa, fórum með hérna Heklunni, með kvennalið og kallalið á Ísafjörð í mót, Vestfjarðamót, fórum með skipinu og komum með því tilbaka. Það fór sko til Ísafjarðar og fór austur og kom svo tilbaka og sótt okkur eftir 2 daga. Við fengum Bury, við fengum, skal ég segja þér, Luxemburg. Spora. Og ég dæmdi einn leikinn og þeir ætlaðu að drepa mig þá, sko, þetta er í viðtalinu, ég kom í Mogganum. Magnús sagði annaðhvort að hætta að dæma eða verða sá besti. Ég sagði, sá besti, ekkert annað. Af hverju var það svo umdeilt? Hvað var það? Ég rak Ríkharð út af. Já. Nei, ég rak fyrirliða Luxemburgmannan út af og þessu reka fyrirliða andstæðingar út af. Ertu eitthvað bilaður? Þótti þetta svo mikið ógestrisni þá, eða? Nei, býtu, nei, þetta var þannig. Ég er að dæma leikinn. Ég er ekkert að spekula hvað hann gerði. Hann braut á Ríkharði svo þjóstnarlega. Ég sagði, stopp bara leikinn, rautt, út af með þig. Svona gerði ég líka inn á Laugardalsvelli. Vígslu Laugardalsvallar, ég vígði hann og þá gerði ég það að Gunnar Dahl hét einn leikmaður Svía og hann braut á einum leikmanni okkar og ég raka bara út af. Þetta var svo þjöstarlegt. Og kemur Björgvin Skram í hlénu. Hvernig vogar þér, Magnús, alveg að tútna út af reiði? Hvernig vogar þér að reka gestinn út af? Hann var svona, kom með formann sænska sambandsins. Svo kom hann aftur eftir leikinn og bað mig afsökunar. Hann hafði ekki ætlað að ávarpa mig svona. En ég gerði rétt, það sagði formann sænska sambandsins. En hvenær verður þú milliríkjadómari? Ég var milliríkjadómari 1965. Með bara fyrstu íslensku? Nei, sko, röðin er Guðjón Einarsson, Haukur Óskarsson, Hannes Þótt Sigurðsson og ég er 4.
svo kom Guðbjörn, svo komu strákarnir á eftir þessir yngri, sko. Hver er svona stæðsti leikur sem þú... Já, hann er ansi stór. Þá fer ég héðan í vél frá fluglegum, tekur á loft á Reykjavíkurflugvelli til Helsinki. Full sendinefnd, ríkisstjórnin og allt draslið með og dómarinn og línuverður og systakona mín. Við förum bara í Skymaster, 8 tíma flug til Helsinki. Og ég dæmi leik milli Norðurlanda, úrval, á móti Sovétríkjunum. Og þetta var svakaleg ferð. Og þeir voru mjög ánægðir og Gunnar Nú Hansen, þú hefur heyrt hana, Gunnar Nú Hansen, redaktor, speaker hjá danska sjónvarpinu. Han sagði, nú skal jeg vise deg hvorledes en lille sten velter en stor sten. Og þá var það, lille sten, það var ég, stór sten var Sovétríkin, því að ég tók mark af þeim, hann skoraði með hendinni, tók markið af og bara aukaspyrna, það var allt vitlaust. Og svo var þetta, svo kom í hérna blöðum daginn eftir, eini maður sem kunni reglurnar á vellinum var dómarinn. Það kom eftir. Manstu hvað ár þetta var? Ha? Manstu hvað ár þetta hefur verið? Þetta var 67. Já. 67 og hérna þetta var í Helsinki. Svo dæmdi ég dæmdi marga stórleiki, sko. Ég dæmdi leikinn á undan í Skotlandi hjá Aberdeen áður en þeir fóru í úrslit Evrópukeppninnar og urðu Evrópumeistarar undir stjórn hérna Ferguson. Já, 84, svoleiðis. Já, eitthvað svo leið. Undir stjórn Ferguson. Og ég kynntist honum þar mjög vel. Hann var fæddur á gamlastæði eins og ég. Já. Skemmtilegu maður. Og hann hérna skal ég segja þér, ég hafði vogan að tala við hann. Hann fór að tala við mig hvernig ég var milliríkjadómari. Það fannst mörgum voða skrítið að vera frá Íslandi og koma sem milliríkjadómari. Ég held að þetta væri bara ætum harfisk og drasl. Kennum ekki fótbolta? Já, akkurat. Svo fór ég og dæmdi í Kaupmannahöfn á Ídisparken, Dynamo Kiev, sem að Úkraínu-lið og á móti B1903 og rússneska sendiráðið bauð okkur í mat. Og ég fekk útvarp, helviti flott útvarp frá þeim og kúlur, svona jólakúlur og drasl. Svo fór ég og dæmdi Ísrael. Nei, ég var línuverður hjá Gumma Haralds. Hann dæmdi Ísrael eftir að þeir voru drepnir þarna í München. Já, 72. Og þá dæmdum við þann leik, 70.000 áhorfendur á Hampen. Svo fór ég til hérna Swansea, ég fór til, ég dæmdi hjá Swansea, ég dæmdi hjá Arsenal, Tottenham og ég dæmdi hjá Leeds, Liverpool, gerður að heiðursmeðlim í Liverpool-klúbbsins hérna, heima. Já. Og hérna, ég kláraði mig af þessu öllu með sæmd. Ég var aldrei neinum vafa hvar ég stóð. Þegar ég kom inn á völlinn, þá hugsaði Magnús, jæja, Magnús Vignir Pétursson, bærilegur er hann, tekna bæði húsaskip og bryggju fyrir neðan. Nú verður þú að standa þig, þú verður engan til þess að hjálpa þér. Þannig fór ég í þetta. Það er samt verið munur að fara frá Melavellinum og á Anfield til dæmis. Þú getur sagt ég það. Mörg þúsund manns að Ég hérna... púa á þig og... Já. Er einhver eftirminnilegu leikur hérna heima sem þú dæmdir sem að þú svona stendur upp úr? Margir. Hver heldur að sé? Ég dæmdi, sko, ég fór nú einu sinni til Ísafjarðar að dæma Vestfjarðamót í fótbolta. Og síst að fór með mig og við fórum í Katalínu. Og þáttakundur í Vestfjarðamótinu var Akureyri. Þeir komu til hérna Ísafjarðar, svo flugum við, þeir báðu mig að koma til Akureyrar og dæma
Íslandsmóti í handbolta. Ég var milliríkjadómari líka þar. Báðum að dæma það og ég þaut með hana ólétt að Valdapétri og við förum bara fljúgandi með Katarínu að Pollinum og Ísafirði og lentum á Akureyri. Og ég dæmi þetta 6 leiki í röð, ég var einn að dæma allt mótið. Þetta þótti svaka merkilegt bara. Var það þá utanhús? Utanhús, já, bara okkar eins og var í Hafnarfirði, kallar það. Já. Ég dæmdi þar marga leiki og svo vígði ég Laugardalshöllina. Já, Fyrsti leikur í handbolta sem dæmdur þar. Og svo var það sem skeði í Laugardalshöllinni að Ísland átt að leika í Evrópukeppni við Ungverjaland og dómararnir urðu eftir úti. Þeir mista vélinni og þá var góður á tíð, þá var bara náði Magga P. Ég dæmdi leikinn, einn með 2 kassadómara. Svona var þetta allt saman. Hvaða fyrirbæri er kassadómari? Kassadómari? Ég stóð á hornunum, hérna, og veifuði ef það var mark eða línan. Þeir voru svona eins og línuverðir? Já, ég kallaði á kassadómara. Þeir voru bara, annar var hérna megin og hinn hérna megin. Þeir hlaupa ekkert völlin, ég hlaupa eitt völlin. Í dag eru núna 2 dómarar? Já, 2. Við vorum 3. Já. 2 kassadómarar og ég á völlin.